Stefán fær tækifæri í byrjunliðinu. Það Eiður Orri meiddist á æfingu, skora 2 mörk. Það ekki bara draumaleikur fyrir þig? Jú, mér finnst ég koma vel inn í þetta. Bara hann sé tengja ágætlega við spili. Það eru nokkur hlutir sem ég væri til að geta gert betur, en ég er mjög ánægður sko. Bara koma inn fyrir hann sem er alltaf standa sig ótrúlega vel. En jú, bara sattur. Þú ert svona allt öðruvísi leikmaður en hann. Þú ert miklu meiri í spilinu og með smá meiri tækni. Verð að segja að þú og Aron Seg áttu þarna flotta rispu, þú vippar hann inn fyrir vörnina. Ertu mikið að æfa svona með Aronu á æfingum? Nei, í rauninni ekkert við erum ekkert að æfa henni sérstaklega, bara unun að fá að spila og deila vellinum með honum. Hann er bara ótrúlega góður og þetta gerist bara einhvern veginn þegar maður er í kringum hann. Hann bara gæðin leka á honum og maður bara svona flýtur með. Einmitt. Í fyrsta markinu þá áttu hann að misheppnaða sendingu, svo reynir hérna Ólafur eitthvað Zidane-trikk. Þú fær boltan aftur, allir eru að horfa á þig. Hvað varstu að hugsa? Bara skjóta og sko mark? Já, ég var sko kannski búinn að vanta smá upp á pressuna í vetur og ég var bara ánægður að geta pressa. Ég pressaði boltan hann vel og jú, ég bara skaut. Þeir voru svo mikið að bakka frá hann. Ég bara skaut og hann lagði inn. Og í seinna markinu þá þurftur hann að 2 tilraunir. Varstu svo smá svona tíma óttast að þú klúraði þessu? Nei, það var aldrei erfið sko. Ég var bara alltaf að setja á marki en þetta var pínutæft en þetta hafðist og já, bara sattur. Nú er svolítið verið að tala um það að ef að Eiður Orri myndi meiðast þá væru KR-ingarnir hugsanlega í vandræðum sem eini svona, hvað maður að segja, hreinræktaði strækir í liðinu. Nú þú kannski taka hans neyri í þeim sögusögnum, eða hvað? Já, ég held að það sé bara allir mikilvægir bara í þessu liði og þú veist, við reynum sem bara að vinna með það sem við höfum og það heppnast í dag, en já, hann er náttúrulega mjög mikilvægur fyrir okkur og ég held að hann sé bara, þetta sé ekkert alvarlegt sko. Herðu, bara innilega til að hafa mikið með sigurinn og flotta frammistöðu.